Ágætu hlustendur, verið velkomin að viðtækjunum. Ég heiti Jón Kristinn og það er Íslandssagan sem heilsar. Við höfum verið að fræðast töluvert stjórnmálasögu í síðustu tveimur þáttum, en nú munum við snúa okkur að efnahagssögu í næstu tveimur þáttum. Ég ræði í dag við Helga Þorláksson utanríkisverslun Íslands á miðöldum. En áður en við dembum okkur í það, þá langaði mig að minnast stuttlega á það að Íslandssagan er með Patreon síðu, patreon.com/Íslandssagan, en þar er hægt að gerast bakhjarl hlaðvarpsins og hjálpa okkur þannig að koma Íslandssögunni á framfæri í hlaðvarpsformi. Langtíma markmiðið er, eins og ég hef sagt hér, að framleiða allavega 30 til 50 þætti sem að munu ná yfir alla Íslandssöguna frá landnámi til hruns, og þarna inni á Patreon er sem sagt þetta aðstoða við að láta það verða að veruleika. Og bakhjarlar njóta ýmissa fríðinda, fá til að mynda leslista sem ég sérsnið fyrir hvert þátt, geta stungið upp á umræðuefnum og fá aðgang að þáttum áður en þeir lenda á almennum hlaðvarpsveitum. Það er sem sagt patreon.com/Íslandssagan og það er hægt að velja ýmsar leiðir, borga mikið til þess að styrkja okkur í hverjum mánuði. En allavega, utanríkisverslun Íslands. Í þessum þætti ætla ég að ræða við Helga Þorláksson, sem var lengi prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, er það svo sem ennþá, prófessor emeritus í sagnfræði, og er, held ég að mig segja, einn okkar helsti sérfræðingur verslunarsögu Íslands, sérstaklega frá miðöldum, frá landnámi og svona fram undir 17. öld. Helgi hefur skrifað margar bækur og greinar sem að allar hafa skemmtilega titla, allavega finnst mér það. Til dæmis doktorsritgerðin hans sem við ræðum aðeins í þættinum í dag, sem að bara heitið Vaðmál og verðlag, og svo er önnur stórgóð bók, Sjóran og siglingar, sem fjallar mikið til verslun Englendinga við Ísland á 15. öld. En sem sagt, í dag erum við að tala um það hvernig mikilvægi utanríkisverslunar, og þegar við notum orðið utanríkisverslun, þá erum við einfaldlega að meina alla verslun inn og út úr landinu, hvernig mikilvægi hennar eykst á Íslandi frá landnámi og fram til þess tíma þegar Danakonungur leggur á hina svokölluðu einokunarverslun árið 1602. Við tölum ekki einokunarverslunina sjálfa, það verður gert einhvern tímann seinna, heldur þessar 7 aldir, hvorki meira né minna, þar á undan, meðal annars 14. öldina sem nefnd hefur verið norska öldin vegna mikillar verslunar Íslendinga við norðmenn, 15. öldin er svo enska öldin og svo 16. þýska öldin, vegna þess að þá tóku Þjóðverjar við af Englendingum sem helstu viðskiptamenn Íslendinga. Við ræðum meðal annars þá góðsögn að utanlandsverslun hafi minnkað eða lagst af í kjölfar gamla sáttmála, en líka tengslin milli sögu íslenskrar utanlandsverslunar og þróunar evrópska hagkerfisins, hvernig breytingar erlendis höfðu áhrif á það hvaða vörur Íslendingar gátu flutt út. Ísland var í gegnum utanlandsverslun sína nefnilega hluti af heimshagkerfi, sem var, eins og til dæmis franski sagnfræðingurinn Fernand Braudel sýndi fram á, var að verða til á síðmiðöldum. Verslunarveldi eins og hið þýska Hansasamband voru að tengja saman ólíka hluta álfunnar, buðu upp á reglulegar siglingar og góðar vörur og gátu þannig boðið kjör sem voru umtalsvert betri en þau sem þekktust áður. Og Hansamennirnir, eins og við munum ræða hér á eftir, þeir komu svo sannarlega til Íslands. Á sama tíma, og þetta er vert að hafa í huga, var íslenskt samfélag að mestu leyti byggt á sjálfsþurftar búskap, þar sem að fólk ræktaði og framleiddi þann mat og þær vörur sem það neytti. Venjulegir íslenskir bændur framleiddu ef til vill eitthvert smáræði til útflutnings, en þeir selduðu ekki sjálfur, heldur fóru þau viðskipti að mestu leyti fram í gegnum stórbændur, stórlandeigendur, og sennilega var allavega að minnstakosti 90% af fæðu fólks framleidd heima við. En þessa hlið, sem sagt landbúnaðinn, kem ég til með að ræða ítarlegar þegar ég ræði við Árna Daníel Júlíusson í næsta þætti.
En ég held ég ætti ekki að hafa þennan inngang mikið lengri og við dembum okkur bara í spjall mitt við Helga og ég byrjaði á því að spurja hann hvað við vitum verslun Íslendinga á fyrstu öldunum eftir landnám. Já, þetta ekki best að byrja á hugmyndum Íslendinga á 19. öld sko, sem að kannski ráða miklu ennþá viðhorf okkar. En það eru hugmyndir að það Íslendingar hafi siglt á eigin skipum sko fyrir 1200 og flutt varning til landsins og þetta byggist á þeirri samfæringu að landnámsmenn hafa almennt komið bara á eigin skipum til landsins og menn með þá náttúrulega við landnám og Íslendingasögur og þetta verðist að vera geysi mikill floti sko, maður trúir allir sem þar segir og síðan kemur frem Íslendingasögum að íslenski kappar fóru mikið til útlanda og var svo launað erlendi stundu fenguðir heilu skipin sko, svo voru hlaðin varningi með þessi og þessu trúðu menn bara almennt á 19. öld og lengi vel og þetta fannst mjög mjög heitlandi sko þegar verið var að gæla við hugmyndir Íslendingar fengjum sjálfstjórn á einhverju leyti og svo auðvitað frelsið að lógum. Nú, og þá sáum við fyrir sér náttúrulega þjóðveldið fyrir 1200 sem gullöld og svona gullaldar hugmyndir lifar ennþá held ég. Og það var náttúrulega fyrsta spurning sko komið landnámsmenn almennt á eigin skipum og hafskip voru náttúrulega ekki auðfengin býst ég við, það var alltaf verið dýr og svo var náttúrulega spurningin sko þó að kannski hafi verið mikið skipi og Íslendinga á landnámstímanum hversu lengi endust þau og þá náttúrulega mjög þarft að hugsa landnám Grænlands. Ari segir frá því að það færi 25 skip til Grænlands lagt að staða frá Breiðafjörð Borgarfirði, komast 14 alla leið hinn fórust eða hrakti tilbaka og það var Lúðvík Kristjánsson sem að færi rök fyrir því að þetta hefur sennilega verið bara 8 ringar jafnvel sko úr Breiðafirði á Borgarfirði sem nú voru að reyna að komast á yfir til Grænlands og það bendur nú ekki til sko mikillar skipaegnar. Nú og þetta þá vestunarsiglingu frá Íslandi svona 985 skulum við segja þegar Grænland numið og við höfum það náttúrulega fyrir satt bara að það gildi alla eyjarskeggja allstaðar og ekki bara Íslendinga að þeir hafi lengur til að komast frá inni eða úr landi og íslenskir höfðingjar sínir hafa örugglega hugsað þannig sko að leita fram að erlendis og hvaðan komu skipið sem þeir fóru á þeir hafa reynt að bjarga sér. Við gefum okkur það og við höfum dæmi til dæmis frá 1362 Eyfirðinga, það voru nokkur Eyfirðingar sem þurftu endilega að komast til Noregs og hvað gerir þeir fengu farmaskip eða svo kallar ferju sem unga þeirra klaustur átti og fóru á henni til Noregs, lentu í Hálogalandi og að því að kannski að það hefur ekki verið auðvelt að stýra þessu skipi á réttan stað, en hvað það? Það hafa örugglega verið til svona farmaskip af þessu tagi sem að Íslendingar hafa smíðað sjálfir, gátu flutt mikið og svo hafa þeir náttúrulega 8-æringa, 10-æringa, 12-æringa og það máttu útbúa þá kannski með fleiri borðum, gera það á borð hærri og nota á til siglinga til útlanda og þá helst hásumar í blíðu veðri. Þannig hafa þeir getað bjargað sér hugsaði ég. Já. En þannig að minnstakosti höfðingja sinni geta farið að í kringum 1000 og hvað tóku þeir með sér sko, þeir voru ekki kaupmenn í sjálfu sér, þeir hafa farið með framandi varning til þess að gefa höfðingjum í Noregi og hann stundu talað hvítabinni, það var nú kannski verið dálítið stórtæki með þess að gera það, en kannski fundu þeir húnlan sem þeir gátu haft með sér og fálka og svo vönduð segl. Íslendingar kunna búið til vönduð segl, það er að segja íslenska konur kunna þá list og kannski vígahesta líka ef þetta voru svona farmaskip sem þeir fóru á og þá er spurningin, getum við kallað þetta verslunarsiglingu og það er nú hæpið held ég. En svo hafa örugglega verið til náttúrulega einhverjir innlendir farmenn á 10. og 11. öld
og þeir áttu kannski litla knerri svo kallaða, það er svona borð á skip, burðarmikil og voru nokkru lengri en 12-væringar voru kannski 11-12 metrar, þetta eru kannski 16 metrar löng skip eitthvað svoleiðis, eins og Skúlileif 1 frá Hróaskildu í Danmörku og sem að hefur komið í ljós við fornleifarannsóknir. Og svo vitum við til dæmis farmann eins og Gissur Ísleifsson sem var síðar biskup, hann er kallað farmaður, hann var á skipi Rangarósi og þá séum við náttúrulega í hendi okkur að það hefur verið lítið skip fyrst hann komst upp í Rangarós. Hann var þar árið 1080, hann var þá nýkominn að utan og hvað flutti hann úr landi? Það er ekki gott að segja, en líklega vaðmál og vararfeldi og svo kannski húður og skinn og það til svo kallaður samningur Íslendinga og Ólaf Helga Norðskonung. Hann er til í gerð svona einmitt frá þessum tíma þegar Gissur var á hét og þar eru nefndir landaurar svo kallaði, það er sem sagt tollur sem Íslendinga skildu greiða við komuna til Noregs og meðal annars skildu þess að greiða vararfeldi og vaðmál og þá er spurningi var markaður fyrir þetta í Noregi og það var alltaf kannski markaður, það voru alltaf til bæir í Noregi á þessum tíma. Þannig að það var alltaf eiginlegur markaður en þó einhver eftirspurn eftir vaðmáli og vararfeldum. Þetta hefur verið útgengilegt í Noregi og en annars hefur reglan bara verið að menn flutti allt sem þeir bara gera sér vonur að geta selt einhvern veginn eða komið í skipti. En þannig að þú ert að segja að í kringum árið 1000 að þá vitum við frekar lítið utanríkisverslun Íslands, ef utanríkisverslun skildi kalla. Og svona þú ert að svona leggja líkur að því að hún hefði ekki haft svona, hvað getur við sagt, verið merkingabær stærð í hagkerfinu á þeim tíma. Og já, þannig ég skildi rétt. Já. Og þú nefndir vaðmál og vararfeldi og og það er kannski ágætt sko að því að núna þegar við erum komnir upp á 11. öld og þá kannski fer þetta aðeins að breytast næstu öldum og vaðmálið leikur þar svolítið hlutverk og þú hefur þín doktorsritgerð fjallaði nú vaðmál, heitir Vaðmálaverðlag. Þannig að ég mjög kannski bara byrja að spyrja sko, hvað er vaðmál og vararfeldir? Já, þetta er kostu ekki ofið rull, bæði vararfeldir og vaðmálið og vaðmálið það er það sem við getum kallað bara klæði. Vaðmálið var notað sem sagt í fatnað og það var ofið í svo kölluðum vefstað sem var ekki beint vefstóll, heldur lóðréttur vefstóll sem maður segja og þetta voru svona renningar 1 metri á breidd og þetta voru kannski 20 álnir í svo kallaðri voð, eitthvað svoleiðis, 10 metrar á lengd, 1 metr á breidd, eitthvað svona. Og þetta komur þessum vefstað, var ofið þar og þessir vararfeldir eins og að þeir voru líka gerður úr ull eins og ég sagði og þeir voru opnir. En með að verið var að vefa þá, voru setta svona röggværi í veðin, það er svona ullarlagðar, svo þetta leit út eins og reifi. Og þetta voru síðar flíkur sko og það verið í tísku fyrir 1200 og það mátti nota það sem svona feldi til þess að breiða yfir sig líka, ábreiður, leggjast undir feld sko, það er sérlega dreigð þessu bara. Já. Þannig að þetta er hvort tvekja svona gróft ullarefni. Já. Er vaðmál eitthvað svipað og sem við þekkjum undir tvít? Já, það er mjög líkt í. Þannig að fólk getur svona ímyndað sig hvernig það er viðkomið. Já, sko vaðmáli gat verið mjög gróft og mjög fínt líka en fólk ímyndað sér yfirleitt að það verið gróft svona og þetta algengasta vaðmál það var kallað vöruvaðmál og það var gróft. Fluttist langmest af því fyrst en sko málið er það að svona í kringum 1100 þá breytist margt í Noregi og þá fara bæir að stækka þar, þessi litlu þorp sem voru kannski til eða vísar að bæjum og það helgast að því að fólk er sko að fjölga bara almennt í Vestur-Evrópu og það fara að myndast bæir þar bara hvarvetna. Það voru til kannski gamlir bæir sem voru litlir, þeir fóru að þenjast út, svo mynduðist nýju bæir og fólksfjölgun er svona mikil og góð æri bara á 11. öld
og svo þurfti fólk að fá mat í þessum bæjum og fékk hann náttúrulega úr sveitum. En svo var vandamáli það að það mátti bara borða fisk eða hvítan mat svo kallaðan á föstunni og það var ekki möguðangar að gresja á veturna sko því að aðalfösturnar eru þarna jólafastan og svo fastan fyrir páska og þá var ekki möguðangar að gresja nýjan fisk og þá kom skreiðin frá Noregi sér ákaflega vel. Það var herstur fiskur og sem að varðveittist vel þannig að Norðmenn tóku að flytja svona skreið til Englands og Niðurlanda og þetta olli miklum uppgangi í Noregi þannig að bæirnir tóku að stækka eins og Björgvin eða Bergen eins og sagt er og Niðarós og svo tóku menn sko að stunda veiðarnar af kappi og verstöðar urðu til út allt í Norður-Noregi og þar myndaðist markaði fyrir vaðmál bæði þessi verstöðum og í þessum bæjum og vaðmálið kom að svo ótrúlega margs konar notum. Þetta var ekki bara fatnaði fyrir fólk, þetta voru tjöld og ábreiður og nefndi það bara sko, það alls þar var vaðmál sem okkur þykir erfitt að skilja á þessum tímum gervefna en það var svona rosalega hagnýtt vaðmálið og málið var það að Norðmenn átti ekki svo mikið af sauðfé sko, þeir átti bara nóg fyrir hvern bæ ef svo maður segja, gáttu svona rétt bjargað sér með fatnað en sauðfé var svo fátt þar að ull var að skornum skammti og þannig að þeir þurftu að fá ull en svo er kannski þægilega að fá bara vaðmálið sjálft beintur á Íslandi og þetta var allt svo einfalt á Íslandi sko og þægilegt þannig að landið var mjög velfallið til sauðfjárræktar og það voru kannski svona 8-10 ær á meðalbíl á Íslandi og svo voru menn alltaf með svona sauði svo kallaða sko, það eru geldir hrútar þannig að þetta voru kannski 120-130 skepnur eða eitthvað svoleiðis. Það mátti fá þessu kannski 210 kíló af ull eða eitthvað sem var alltaf mikið fyrir náttúrulega bílið í sjálfu sér og þannig að það var þá sniðugt að búa til úr þessu vaðmál og koma því einhvern veginn í lóg og eftir þessu vaðmáli fóru Norðmenn að sækja svo ágaf sko að þeim nægði ekki að bíða eftir því Íslendingar kemur með það heldur fóru þeir bara á eigin skipin til Íslands á 12. öld og þessi verslu þeirra blómstraðu, þessir bæir þeirra blómstruðu þarna á 12. öld vegna þess að skreiðar útflutningur sem er sko grunnurinn að þessu öllu saman og þeir komu svo æ stærri skipum sko og þetta voru svona halva atvinnumenn ef ekki atvinnumenn í siglingum og viðskiptum þessir Norðmenn og 1180 og kannski fyrr voru þeir farnir að sigla á skipi sem gáttu borið svona 120 tonn. Íslendingar hafðu kannski verið að basla eitthvað með á skipum sem borið mestalagi 20 tonn eða eitthvað. Þannig að það var mikill munur á og það var eiginlega engin ástæða fyrir Íslendingar að vera að basla þetta frekar. Sko bara að láta Norðmenn þetta fyrst er nefnt að koma. Og það fer svo aðeins sko að fjölga heimildum á 12. öld og við fáum svona gleggri mynd að þessu öllu saman og meiri vissu það sem var að gerast og það sem er áberandi er að það er mjög sjálf að geta skip í eigu Íslendinga og við lok 12. aldar eiga þeir engin skip svo að framkomi og vita að síja og það helgast bara þessu sko því létu Norðmenn bara þetta þetta var talið mjög alvarlegt mál sko þegar Íslendinga voru að fjalla þennan tíma á 19. öld og það var talað það að gullöldin hefði lokið þar með sko og svona 1200 byrjun 13. aldar og sem er náttúrulega bara ekki rétt túlkun í sjálfu sér sko. Íslendingar kjósa þetta bara, þetta er þægilega og betra fyrir þá væntanlega og það er regluleg sigling þannig að þessi stóri skip þau gátt ekki lent hvar sem var sko og þá verða til þessir mikilvægu kaupstaðir sem eru Eyrarbakki, Hvítarvellir, Gásar í Eyjafirði og þangað komu skip kannski nokkuð reglulega þannig að þetta að fá alveg skýra mynd af því en svona á tímabilum á 13. öld að minnsta þá er ekki annað að sjá en það komi nokkuð reglulega þangað skip og þetta er örugglega lyftistöng sko fyrst og fremst eru höfðingja á Íslandi sem að fá munaðarvarning frá útlandum þeir sanga sér þessu vaðmáli fá það ekki öld hér og þar og svona og svo fá þeir munaðarvarning frá útlandi sem er náttúrulega
náttúrulega fá þeir öl og þeir fá mjöl eða korn og síðan auðvitað klæði allskins og svona, þannig að þeir gáttu skorið sig úr. Já. Og þeir græða fyrst og fremst á þessu, býst ég við, stórhöfðingjarnir, stórgoðarnir, sem við kollum líka þannig. Allur almenningur hefur náttúrulega ekkert miðað endilega við þessa aðflutninga, sko. Nei. Þó að menn hafi kannski átt kost á því að kaupa stundum mjöl hér eða þar, sko, eftir atvikum. þá er ekki miðað afkomu sína við þetta, sýnist manni. Þannig að þú telur ekki að almennir bændur hafi verið í viðskiptum við þessa norsku kaupmenn, eða hvað, er ég að skilja rétt? Já, sko, þetta veldur náttúrulega því að það er farið að ganga eftir því að þeir séu duglegir við að framleiða vaðmál í gjöld, en ég býst við því að hefði ekki að séu nú milliliðir þarna oft, ekki endilega alltaf, sko, það er sumir bændur gátu náttúrulega, áttu heim í Eyjafirði, voru auði í bændur og áttu beinskipti við kaupmenn, en sko, allur almenningur hefur ekki miðað afkomu sína við svona verslunarsiglingu, því að Íslendingar voru vanir sjálfsþurft, svo kallar þeir, það er að segja vera sjálfum sér nógir, og það er megineinkenni á svona háttum Íslendinga á þessum tíma, og þeir voru duglegir að bjarga sér með það, sko, þeir náttúrulega kunna búti í járn úr mýrarauða og þá voru þeir ekkert endilega að sækjast eftir járni hjá Norðmönnum. Þeir byggum meira sér til salt, það var nú kannski aldrei verið mikið, sko, en brenndu þang og þara en það getur svona salt. Þeir náttúrulega notuðu rekavið óspart. Þeir gáttu nota hrosshár í færi, þeir gáttu smíða öngla sjálfir og svo fræðis ég get þulið svona áfram, sko. Ég hef spurt fornleifafræðinga hvað var það sem þeir gáttu ekki fengið innanlands og þurftu mjög á að halda, og svo þeir brýni. Brýni þurftu þeir og það var ekkert gott efni í brýni á Íslandi. En svona get ég alltaf áfram, sko, að nefna dæmi sjálfsþurft. Það máttu nota sellísi til að bera á skip eða báta, svo þeir fúnuðu ekki. Þeir höfðu kannski ekki mikið að járnpottum, stórum og miklum, en þeir gáttu nota tréílát, þannig að þeir hituðu steina fyrst, svo settu þeir vökva í tréílát og steinana sama við, úti, og maður það svona, sko, setja sér stellinga til að átta sig á sjálfsþurftinni og hvað þeir voru duglegir að bjarga sér. En það má líka kannski, sko, taka það fram að það er jafnframt lógískt fyrir bændur sem eru talsvert langt frá útflutningsmörkuðum eins og í Evrópu að það getur bústað að vera hættulegt að snúa sér í auknum mæli að framleiðslu fyrir markað og til útflutnings, þegar við getum brugðist og verð geta breyst og svo framvegis. Þannig að það þurfa að vera til staðar ákveðnir innviðir til þess að hið markaðs drifna hagkerfi geti fungerað. En mér langaði líka að spyrja, sko, þegar þú fórst að tala skipaflutningana, er ekki, sko, hvað með svona umhverfislega þætti, menn það verður mikil skógaeyðing á Íslandi eftir landnámið og maður getur gett sér í hugulund og Orri Vésteinsson kom inn og hann myndist á að menn það eru heimildir um það að menn hafi getað notað eitthvað af þessu timbri sem hér var til bátasmíða og þessi járniðnaður sem þú nefnir er jafnframt orkufrekur en ég minna maður ímynda sér, sko, að er ekki mögulegt að, sko, eftir því sem að skógarnir eyðast og til dæmis bara að fá hlutur eins og járnvinnsla að járnsmíði er gífulega orkufrekur iðnaður en má þá ekki líka ímynda sér, sko, eftir því sem skógarnir fara að þá þurfa menn í auknum mæli að treysta á eins og norska skipaflutninga og þá innflutt járn og fleira í þeim dúr, þannig að þetta ástand hér eftir landnám sé byggt á einhvers konar svona hvað getum við sagt, ónáttúrulega ástandi að því leita að menn hafi verið að ganga á auðlindir sem voru til staðar við landnámið og sem síðan kláruðust. Sko, það skrýtna er og skemmtilega að einmitt þar sem að járniðnaður var mikill, Dölum, Fnjóskadal austur á Héraði, þar voru skógarnir öflugir og það bendir til að þeir hafi hlíft skógunum, þeir hafi haft vit á því. Haft eitthvað system. Já.
gæti þess að eyða þeim ekki því þeir voru náttúrulega undirstaða fyrir þá, býst ég við. Fyrst að búti kol úr þeim. Þannig að það svarar því í sjálfu sér. Nú, þetta með sko rekaviðinn, ég hef nú alltaf átt bátt með einhvern veginn að skilja það almennilega hvernig þeir fóru að, en sko rekaviður virðist að verið mjög víðum landi og það var nú Lúðvík Kristjánsson fjallað og hann gerir það fyrir Íslendingar að við jafnvel geta verið minnstakosti stundum sjálfur sér nógir við, en svo voru náttúrulega svona, það var úrvalsviður sko sem þurfti kannski í kjöl, úrvalsviður í mastur eða eitthvað svona, þannig að þeir gátt ekki öllu leiti fullnægt sko það verður ekki verið auðvelt að smíða stór og góð skip, hugsaði ég. Nei. En ég veit þetta ekki, ég bara ímynda mér það ég held að Lúðvík svona taki undir það óbeint að minnsta kosti. Einmitt. Já. En þetta sem þú varst að nefna áðan með norsku, hvernig sko eftirspurn eftir norskri skreið í Evrópu verður til þess að við fyrir að flytja út vaðmál í auknum mæli mjög áhugavert. Þannig að þessi fyrsta útflutningsgrein Íslendinga í rauninni afleitt áhrif af útþenslu norsks útflutnings með skreið sem þá jafnframt hluti af útþenslu evrópskra hafkerfisins á 11. og 12. öld. Þannig að Ísland hluti af þessari þróun og verður að hugsast í því samhengi. Einmitt. Og hvernig þróast þessi vaðmáls útflutningur á 11., 12. og 13. öld? Sko þetta staðlaður varningur á 12. öld og ég veit ekkert hvort að hérna var staðlaður þegar Gissur var að flytja vaðmálið. Varafeldin var sjálfsagt verið staðlaði sko eftir einhverjum erlendum fyrirmyndum hugsaði ég. Íslenska vaðmálið hlýtur eiginlega að verið staðlað sko þegar á 11. öld því að það skiptir svo miklu máli í viðskiptum Íslendinga þegar það var fljótlega að staðla þetta. Og það að segja ákveðið breiddina og lengdina og hérna þyngdina og allt það til þess að væri gilt. Stöldum kannski þessu það. Vaðmál verður í rauninni gjaldmiðl Íslendinga sem Íslendinga nota sín á milli í viðskiptum. Já. Það bæði verðmælir, þeir reikna allt út í vaðmáli og það gjaldmiðl líka. Og þetta er hérna eftirsótt og þetta getur gengið í viðskiptum. En var samt alltaf framleitt bara í samræmi við þarfir sko. Það menn hérna söfnuðu ekki vaðmálið og það rúaðist ekki upp á bæ. Það var ekki vaðmálsverðbólga að menn fá það. Nei, maður myndi kannski halda það. Það átti alltaf að vera nýtt og ónotað. Já, til þess að það væri gilt. Já. Og svo náttúrulega það var ekki sko hlaupið að því að búa þetta vaðmál til. Það var ægileg vinna og puð. Já, einmitt. Það gátt þetta ekki allir auðveldlega sko. Þannig að það ákveðin svona vinnuaflsfótur á gjaldmiðlunum. Já, ég hugsa það. Mér segja það. Það voru sko, maður sér það í heimildum að þetta voru konur sem voru sérstaklega hæfar í þessu og gátt þetta betur en aðrar og voru þá ráðnar í að gera þetta og svona. Til dæmis. Og í sambandi við hérna þróa vaðmálsins, ég segi þér, það er mikið mál. Það er ýmsar breytingar í þeirri sögu og ein svo til dæmis að vaðmálið er tvenns konar, það er hérna þessi vara og svo er það miklu vandara vaðmál sem heitir hafnarvaðmál og það var bara metfé sko, það er að segja þú veist alltaf matsmenn til þess að meta það en síðan er ákveðið sko að staðla það líka og þá færði það að fara eftir þyngd og það gerir svona 1300 byrjun 14. aldar og svo þegar frálíður er líka lagt upp úr þráðafjölda, ég býst við að það ekki þótt alveg fullkomlega vel hefnað sko að selja bara vaðmál eftir þyngd því að þá gat verið dálítið svona hrákasmíð svo að það var horfið frá því og byrjaði að telja svona þræði ákveðna stífa reglur það hver þráðafjöldin ætti að vera og svo framvegis. Þannig að það var fyrst vel með þessu, þetta var mikilvægt, skipti máli og setta reglur hérna stikur, það er að segja alinmál, 2 álnir í stiku og ákveða hversu löng alinin ætti að vera, í kringum 50 cm á stikan 2-föld og þetta er svo sýnt sko með kvarða og þingvöllum og kvarðar eru við kirkjur og þetta. Það mátti engin svindla þessu náttúrulega. Og jaðarinn þurfti að vera jafn sko, það mátti ekki vera hlykkjótur
og þetta kunst sko að búa til þetta vaðmál. Og fyrir ekki, hverjir Hefði fengu að ráða þessu? Já. Já, eða bókstaflega bara, já, eða Ég- skurðuðu þessa hluti. Já, það náttúrulega á Alþingi gert sko og síðan fylgst með þessu á vorþingum að helmingurinn af vorþinginu var skuldaþing sko, þessi menn gerðu upp skuldir og þá bara komið goðar væntanlega og fylgdust með því að þetta væri rétt gert. Og vaðmálið heldur svo alveg gildi sínu sko á 13. öld, alltaf eftir sótt. Á 14. öld gerist það eins og að þessi vara, hún fer að hverfa svona í útflutningi 1350 og alveg horfinu í lok aldarinnar. Já, vara sem svo endurtökum ákveðin tegund vaðmáls. Inn á ódýra og grófa gerð, vara, styttingur vöru vaðmál líklega. Og í staðinn kemur þá þetta hafnarvaðmál, einfaldasta gerðin af því og það fyrir að kalla það gjaldavoð og hún var miklu vandaðri heldur en varan, 2,5 sinni dýrari, þannig að Íslendingar greiddu 20 alnir í skatt í upphafi eins og menn læra í skólum, en á seinni hluta 14. aldar er fannir að greiða 8 alnir í staðan fyrir 20, af því að það komi nýtt vaðmál sem ríður sér aðeins til rúms og ég er að reyna að gera grein fyrir því þarna í þessari doktorsritgerð minni hvernig að þessu standi. Ég held að séu bara íslenskar ástæður fyrir þessu sko, engar ástæður í Noregi sem valda þessu. Nú, þetta er svo sem fróðlegt í sjálfu sér sko. Já, nei, ég held að það sé ágætt að við stöldrum aðeins við doktorsritgerðina núna. Já. Af því að svona yfirborðinu er nú svolítið tæknileg. Já. Getur virst það og hefur og þú þurft að setja það inn í alls konar hluti til þess að skrifa hana, en það er ákveðin svona stærri analýsa í henni og sem að mér finnst verta að undirstrika og eins og ég skil hann allavega og hún hefur að gera með ég er rauninni sem við getum kallað sögu skoðan sjálfstæðisbaráttunnar og það sem að þú vilt meina að sem sagt menn hafi verið ekið sem sagt minnkandi útflutning á vaðmáli frá Íslandi eftir gamla sáttmála eða eftir að þjóðveldi líður undir lok til þess að sem sagt það að erlendir menn hafi tekið yfir verslunarsiglingar á Íslandi, það hafi orðið til þess að öllu hér hafi hér hnignað og menn hafi farið að framleiða verra vaðmál og svo framvegis. En þú ert með sem sagt aðra útskýringu á því að það er ekki sem sagt það að við lendum hér undir erlendum yfirráðum og þá fer allt í kalda kol, heldur að þessu aðrar ástæður sem að líka þarf, er þetta ekki að skilja mig? Jú, sko, og veit einhvern útskýra þetta þess? Það var alltaf sama þörfi náttúrulega í Noregi. Já. Þeir fjölguðu ekki sauðfé þar og þurftu alltaf þessu vaðmáli að halda og það var stöðugur útflutningur á þessu vaðmáli til Noregs. En sko menn einhvern veginn túlkuðu það svo að þegar að skreið fór að skipta mál á 14. öld og fór að flytjast úr landi, þá hafi einhver fann upp á því, þá hafi vaðmálið ekki verið útgengilegt lengur í Noregi. Ég skil ekki hvernig sá maður eða kona fann upp á þessu, en þetta tók aðrir upp og sagði já auðvitað, því að þá hefur komið svo gott efni frá frá Niðurlandunum og Íslendingar voru bara ekki samkeppnishæfir. Já, urðu bara undir og akkur menn byggu til þessa skýringu veit ég ekki, en þeir skildu það þannig að skreiðin hefði þá komið til bjargar og leist svo vaðmálið á hólmi alveg. Bjargað Íslendingu, þannig að þeir fundu þá skreiðina til þess að fara að flytja út til þess að bjarga sér. Já. Þetta er bara allt kolránd. Því að vaðmáli hélt alveg gildi sínu. Það er alltaf rekja það að fyrir að skoða norskar heimildir og frá 14. öld. Fornbréfasafnið þeirra og svo framvegis. Og skreiðin kemur náttúrulega ekki af því að Íslendingar þurft að finna upp á einhverju til þess að bjarga sér, til þess að selja. Það er að sýna fram að það kemur upp þörf í Noregi fyrir þetta og ég veit ekki, ef að víkja því þá. Endilega. Já. Sko þannig var að Hansamenn komu til sögunar í Noregi. Hansasambandið var þýskt og það er samband borga í Þýskalandi sem nú er og víðar reyndar og þeir fundu upp á því að nota orðið Hansa svona einhvern bandalag, ég veit ekki hvað þetta orðið komið nákvæmlega, en þeir fóru að fá mikið áhuga á því þarna þessir Hansamenn að flytja vörur langar leiðir og græða á þeim
og þeir byrja til dæmis í Novgorod, hérna Hólmgarði eins og við segjum, í Rússlandi, sóttust þar eftir skinnum, dýrum skinnum. Og það sem þeir gerðu var að þeir komið alveg rosalega fínu kerfi, sko, sóttu vörur í allar áttir og gátu svo boðið upp á það sem þeir komu og sótt af vörur í staðinn, sko, á stöðunum sem þeir fóru á. Og þannig var það í Noregi, þeir komið þangað með korn og mjöl frá Danzig-svæðinu, Póllandið og þar, Gdansk, og vildi fá skreið í staðinn. Þetta var mjög vel hefnað. Þetta var þeirra aðferð og þeir voru nú, sko, reynda að koma sér fyrir hérna 1250 og lentu strax í útastöðu við Norðmenn og Noregs konunga, en þeir voru í stöðri sókn og þeir komist inn í þessa skreiðarverslun í Noregi að því að þeir voru bara svo duglegir og miklu sérfræðingar og þeir gátu út á það sem fólk þurfti, sko, það var þeirra aðferð. Og þannig að þeir tróða sér inn í þessa flutninga, sko, með skreið frá Norður-Noregi til Björgvinar og þeir gera það með því að semja við norðurfara svo kallað, þeir eru bændur hérna í Norður-Noregi sem flytja skreið á svona tiltölulega litlum skipum til farmaskipum til Björgvinar og þeir bjóða þeim upp á góð kjör, bjóða þeim upp á þetta mjöl eða kort frá Danzig og þeir bjóða þeim upp á svona allskyns fyrirgreiðslu, þeir hérna útvegaði það sem þeir eru að biðja og þeir fá að skulda og svona mjög liðlegir en jafnframt gera þeir að háða sér, sko. Og Norðmenn, svona norskir kaupmenn, sko, sem eru duglegir að flytja skreiðina frá Björgvin til Englands eða Niðurlanda, þeir detta nú alveg út úr í samkeppni á Niðurlandum en þeir halda stíft í að reyna að flytja skreiðina áfram frá Björgvin til Englands en Hansamennirnir reyna að ýta þeim út og þeir eru ekki ánægðir, sko, fyrir eftir 1350 þá stofnaði svo kallan kontór í Björgvin og herðu það mjög tökin og þeir bara ná undir þessu öllu ferlinu, sko, frá veiðunum í Norður-Noregi og verkuninni og flutningunum til Björgvinar og svo flytja þeir áfram til Boston og Englandi, það var þeirra miðstöð með þessa verslun og þeir lendi í vandræðum með þessi norsku kaupmenn, sko, sem voru sjálfir að reyna að stunda þessa verslun. Þeir hefðu ekkert mjöl til að bjóða náttúrulega fyrir norðan og þeir voru bara uppgefnir í kringu 1320, sko, þeir duttu út úr þessari verslun til Englands og þá byrjað að flytja íslenska skreið til Noregs og þarna samhengi og málið það, sko, að íslenska skreiðin var verkuð allt annan hátt en svo norska og Norðmennirnir sjá sér leika borðið fara að flytja skreið frá Íslandi til Björgvinar og selja Englendingum hana þar. Englendingar komu til Björgvinar til að sækja hana og þeir vildu hana. Þessa íslensku skreið þó hún væri verkuð allt öðru sem þessi norska og munurinn var sá, sko, að norska skreiði þetta var bara heill bólfiskur, sko, hann var ekki flattur. Íslenska skreiði var flött, hún leit út eins og saltfiskur en hún var svo miklu þurrari fyrir bragðið, sko, og harðari og þýsku kaupmennirnir vildu það ekki. Nei. Og þeir voru með hugmyndir að því að Íslendingar hengda ekki skreiðin á rár heldur lögðu hana bara á möl eða grjótgarða. Það var einhver hugmyndir það að hún væri óhreinn og svona. Sko, þeir voru mjög nákvæmir hérna Þjóðverjarnir eins og þeir eru frægir fyrir og þeir fylgdu ferlum svo vel eftir, sko, það var engin sandur í fisknum, sko, hann var allur á rám þannig fyrir norðan, svo settar hann í tunnur til þess að verja hann betur og svona. Og þetta var, sko, fyrsta flöss eða úrvalsvara, gæðavara að þeirra mati. Þeir nefndu ekki eiga við þessa íslensku skrið, þá þeir að senda fólk til Íslands til þess að kenna Íslandingum, sko, samskora aðferðir. Þetta heitir rúnfiskur í Noregi, sko, þessi bólfiskur. Þetta kallað flatningur, þessi íslenski fiskur, sem var svo plattfisk síðar. Og þannig að Norðmenn voru svo hefnir að Englendingar voru til í að taka við þessum íslenska fiski og þeir eru þá að berja hann voða mikið, sko, með hömrum en þeir sá engum ásjónum með því neitt. Þeir keyptu hann var ódýrari, sko, þótt ekki eins fínn kannski en var bara alveg nógu góður og kannski betri. Já. Og þeir eru þá að leggja hann í bleyti, kannski hafa hann í bleyti lengur en hinn fiskurinn var og svona. Hinn var nefnilega svo mjúkur, sko, því að þetta var eitt bólur, þú veist.
hann harðnaði ekki eins mikið og það þurfti ekki þó að lemja hann svona rosalega mikið. Þannig að þetta er nú megin skýringin sko að Hansamennirnir vildi bara ekki ganga inn í þessa framleiðslu á Íslandi og kenna Íslandingu nýjar aðferðir eins og ég var vist að segja á hann. Og þannig að Norðmenn fengu sko að stunda þetta og þess vegna allt í henni blossar upp hérna mjög mikil koma skipa frá Noregi til Íslands millir svona 1340 og 50 sko, þá voru þið konur upp á lagi með þetta og það eru 10 skip og fleiri jafnvel á Íslandi í einu sko í staði fyrir kannski 3, 4, 5 skip mestalagi áður. Þetta er miklu meiri siglingar áður og á fáar hafnir bara hérna í kringum í námunda við Reykjavík, það er að segja það er í Hvalfirði Þerneyjasundi er hérna það sem Þerney er hún er hérna nálægt Reykjavík fólk getur bara og Hafnarfirði kort, Hafnarfirði Þerneyjasund og Hvalfirði þar voru þeir mest sko og hafa sennilega átt skipti við Viðeyjarklaustur mikið og fengið skreið sko á Suðurnesjum og svona og hún bara gerði sig alveg á Englandi en svo kom náttúrulega svartidauði og ruglaði þá svo farið þeir að reyna að ná sér að stryka aftur svona 1375 eða eitthvað en það stóð ekki lengi yfir sko, það var heilmikil sigling til Íslands svona 1373-4 og til 1392 en einhvern veginn loknast hún út á sennilega bara því að Hansamennirnir voru duglegir að eyðileggja fyrir þeim sko. Hansamennir voru ennþá sterkari þannig svona 1380 en áður og þeir gáttu gert sko Englendingunum lífið leitt sem komu til að sækja skreiðina til Björgvinar þannig að þetta gekk ekki eins vel og hefði átt að gera kannski. Þannig að útflutningur og skreið frá Íslandi dregst saman undir lok 14. aldar. Já, ok. Og en þá gerist það að fiskveiðar einhvern veginn bregðast þarna hjá enskum fiskimönnum. Þeir veitu sko fisk í Norðursjónum í söltuðan og þá dettur þeim að fara allarleið til Íslands. Sýnir nú hvað hérna að voru mikla framfærir í skipasmiðum og siglingum, skildi þetta í hug. Og þeir fyrstu hérna sjómennirnir eru konir til Íslands snemma á 15. öld og segja nú ekkert að þeim íslenskum heimildum. En þá dettur þessum ensku kaupmönnum sem að ekki fengu fiskinn þarna í Björgvin, þeim dettur að fara bara sjálfur til Íslands. Og fyrstu Englendingarnir eru konir til Íslands 1412 og þeir finna það út að það sé bara ekkert mál að ná í skreið á Íslandi og svo 1413 áfram byrjaði að flytja skreið sjálfur frá Íslandi til Englands og hún bara slæri í gegn, ég veit ekki hvað það er rétt orðalega en smá saman samfærismennum þetta sé bara ljómandi góður matur og þannig að hún fer að seljast enn betur en áður. Þessi íslenska skreið þarna í eins og frekar hún hafði gert á 14. öld og þannig að þetta verður uppgrip hjá Englendingunum. Þannig að þeir koma bæði til að veiða og kaupa skreið. Og þeir veiða það þorsk sko út á djúpmiðum á sumrin aðalega svona seint á vorin og sumrin þegar fiskurinn fer frá landinu á djúpmiðum þeir veiða hann á handfæri sko á djúpmiðum og salta en svo eru líka Englendingar sem veitu löngu og þeir voru konir til að snemma kannski mars eða eitthvað svona og þeir voru að veiða löngu hjá Vestmannaeyjum og Grindavík og undir jökli og þeir voru á skipum sko sem lágu ekkir upp við land og svo voru þeir á litlum bátum í kring að veiða og létu svo Íslendinga hjálpa sér við þetta svo fengu þeir að geyma bátan á Íslandi þessir kallar komið upp svona miðstöð í Vestmannaeyjum bátagemslu, miðstöð í Grindavík og bátagemslu voru undir jökli líka og það fór heilmikið fyrir þeim sko þetta voru menn sem kynntu Íslendingu vel og þeir voru með varning með sér líka. Þannig að þetta voru kannski ekki eiginlega, þeir voru bæði þess að fiskimenn og fluttu varning. Þannig að þegar maður talar Englendinga þá er þetta þrenns konar sko, þeir sem eru bara kaupmenn, koma til á stóra skipum, svo eru skip svona millistærð og það eru þessi sem veiða löngun en eru með varning líka, svo eru þessi sem veiða út á djúpmiðum sko, sem að salta þorskinn og en Íslendingar hafa kynst öllum sko, jafnvel þessu sem voru út á djúpmiðum, þeir náttúrulega leituðu vars þegar það var stormur í Asíu á Víkum og Vogum á Íslandi og þá að sumir þeirra komið kannski bara áratugum saman sko, skipstjórnar á þessum litlu skipum og eignuðust vin á Íslandi þannig að Danakonungur reyndi náttúrulega hvað hann gat sko að draga upp dökka mynd af þessum leiðandagaurum, Englendingum og hann var mjög hvattur af
Hansamönnum í Björgvin, Danakonungur, að stöðva siglingar Englendinga til Íslands af því að þeir náttúrulega voru í samkeppni við á Englandi. Já. En það gekk ekkert sko. Danakonungur hafði engin herskip og það voru árestarar aftur og svona, en ekkert meira en það. Og sennilega er þetta oft ýkt mynd sko af yfirgangi Englendinga sem að kemur fram í skjölum frá Danakonungi og hans mönnum. Ég held að Íslendingar hafa átt ágætt samskipti þarna við Englendinga mörgu leyti og verslun er náttúrulega miklu betri en áður. Þeir komu miklu víðar við sko, þeir voru á miklu betri skipum, siglingaþekking þeirra var miklu betri en Norðmannana áður. Norðmenn gáfust upp sko, þeir bara hættu alveg 1430 síðasta verslunarskip frá Noregi á Íslandi. Þeir eru ekkert að gera í samkeppni við Englendingana sko og sko bæði gerðu Hansamennir lífið leitt í Björgvin og Englendingarnir lífið leitt á Íslandi svo. Þeir bara gáfust upp. Og hvernig, já, sko 14. öldin, stundum norska öldin, þessum norsku áhrifum og 15. öldin, við erum kallað enska öldin. Já, það gildi svona frá 1412 til 1490. Já, og er sem sagt engar sko, það eru engar reglur það eða boðabönnum það hverjir megi versla hér, hver sem getur siglt til Íslands má versla. Er þetta þannig að það eru boðabönnum? Þetta var harðbannað. Það var harðbannað? Já. Og það var alltaf, Hansamenn sko voru sífellt að ota konungi þeirri meginreglu að það allir sem færi til Íslands til verslunar yrðu að leggja á stað frá Björgvin. Þar með höfðu þeir tök á þessu öllu saman, eða þeir gerðu svo Englendingar tóku ekki allir mark á því. Sumir Englendingar tóku mark á því. Þannig að það var hinn formlega... Já, það var hinn formlega krafa. Já. Og Danakonungur er sífellt að reyna að fylgja því eftir. Sko. Það gengur ekki neitt. Og þannig að Kristján fyrsti konungur, honum datt nú bara þá að fara að selja Englendingu leyfi. Hann fór að selja svona einum Englendingi leyfi bara til að hafa peningu upp úr því. Þeir fengu svo sérstætt sko tækifæri það sem að voru siglingar Englendingar til Englendingar nefnilega fóru að sigla til Danzig-svæðisins líka voru byrjaðir á því miðja 15. öld og þá reyndu Danir stundum að stöðva þá í dönsku sundunum. Þeir náttúrulega lögðu toll á þarna í Eyrarsunnstollinn og þannig höfðu þeir kannski smá takaðum. Þetta sýndi nú Björn Þorsteins á fram á sínum tíma. Eyrarsundslásin? Eyrarsundslásin, já, kalla það. En þetta var samt ekki sko mjög árangursríkt. Við sjáum það bara til dæmis þegar að Kristján fyrsti sko hann aftur kallar öll leyfi þegar af einhverjum ástæðu sem ekki veit 1466 og svo er Björn Ríki á Rifi sko að fylgjast með hvað Englendingarnir sem voru þar hafi leyfi og þeir eru engi leyfi líklega og svipta hann lífi, drápan. Og þá vildi Danakonungur hefna sín einmitt í Eyrarsundi og Dönskusundunum á Englendingunum í staðinn. En þetta var erfið barátta fyrir Danakonung. Hann réði illa við þó hann hefði þetta takað hann í Eyrarsundi. Og það er ekki fyrir en sko hans fyrsti kemur sem var konungur í Danmarku. Hann samdi við mann segir Didrik Píning og hann fekk hann til þess að fara á herskipi til Íslands. Og þetta var svona mikil sjóhetja þessi Didrik Píning. Og hann lækkaði rostan í Englendingum sko. Hann fekk leyfi til þess að ræna Englendingana, leyfi hans fyrsta og hann gerði það og Englendingunum listnaði ekkert á blikuna og Píning gekk svo vel sko að hans fyrsta leist heldur ekkert á blikuna því að þá sá hann í hendi sér að þjóðir eru alltaf sterkir á Íslandi og þannig að hann samdi við Englendinga og þeir eru þá að sækjum leyfi á 7 ára fresti og borga fyrir það. Þannig að það komi örlítið hervald á bakvið sko Íslandi og þá loksins er hægt að fara að setja fram raunhæfar kröfur. Já, og þetta er undir lok 15. aldar. Já, þetta er náttúrulega tengist Pínungsdómi svo kölluðum og þar kemur fram sko að kaupmenn megi ekki dveljast á Ísland og veturna til dæmis. Og Þjóðverjar eru svo að kaupa leyfi og Hollendingar fóru að kaupa leyfi. Og á þessum tíma sko eykst sigling Þjóðverja allan helming því að þá hefðu þau tíðindi gerst að þá var farið að flytja íslenska skreið til meginlandsins. Og ég var að segja að
þjóðirnir vildu ekki sko þennan harða fisk og kannski voru sandskotni í honum og svona. En það gerist á Rínasvæðinu einhverju fundu upp á því sko að láta myllur berja, hamra í myllum berja fiskinn. Þetta var ekkert mál þá að gera mjúkan. Og þar með bara vildu allir allt í einu, svo má segja, svo íki nú. Þannig að hér eru tækniframfarir sem að opna á útflutningsmarkaði fyrir Ísland. Já. Og þannig að sko Hansamenn í Björgvin, það voru aðalega Líbíkumenn frá Lübeck, að þeir börðu höfðunni dálítið við steinin sko og voru að segja að það mætti ekki flytja svona fisk frá Íslandi beint til Þýskalands og skömmuðu hamborgarmenn fyrir þetta. En hamborgarmenn voru óhlýðnir sko og þeir gerðu þetta samt. Og að lokum voru allir farnir að segla til Íslands sko, það er að segja hamborgarmenn, bremamenn frá Bremen, dansimenn jafnvel, og svo Líbíkumenn sjálfir sko sem sigldu beint frá Líbíku til Íslands og þessi regla að allir að fara Björgvin til Íslands sko, hún bara var úr sögunni og Líbíkumennir Hansamennir í Björgvin fóru sjálfir til Íslands til þess að taka þátt í þessu. Og fóru svo að flytja þess að skreið bæði til Englands og svo Þýskalands. Þetta var náttúrulega sko algjör bylting fyrir verslun á Íslandi sko. Þjóðverjar voru þarna alveg í hópum 1500 og eyrðu Englendingur náttúrulega alls ekki sko, rákaðu í burtu frá Hafnarfirði, rákaðu í burtu frá Grindavík og Englendingar eru hreinlega undir sko í þessari venjulegu verslun sko, þeir voru kannski á 15-16 kaupförum á ári 1450-60 en þessir menn sem að koma eingöngu frá Englandi til þess að versla sko, þeir gáfust upp í aðalatriðum. En þeir héldu áfram hinni sko, sem veitu lönguna og voru með varningum borð. Það voru svona fljótandi krambúðir eins og Björn Þorsteinsson orðaði það. Og svo náttúrulega héldu þeir áfram þessir menn sem voru á djúpmiðunum og þannig að það var ekkert lát á sókn Englendinga til Íslands til þess að veiða og svo kannski versla í leiðinni sko, en eiginlegir kaupmenn voru úr sögunni að kalla held ég. En til dæmis 1528 það voru 149 ensk skip við Ísland. Fyrst og fremst bara fiskiskip, en svo þessi þá þar með þessar fljótandi krambúðir uppi við landsteina. En svona eiginlegir kaupmenn kannski mjög fáir eða engir. Og voru þá ekki að kaupa leyfi eða þeir voru einhverstaðar. Já, einmitt. Sko, mér langar að spyrja það eins út í sko versluna rétt áður en einangunarverslunin skellur á eftir, en mér langar kannski að staldra við fyrst á 14. og 15. öldinni. Sko, utanríkisverslun á þessum tíma, við vorum að tala áðan að í kringum 1000 þá þetta ekki merkingarbær stærð í hagkerfinu, svo kemur þessi útflutningur á vaðmáli og svo kemur skreiðin til sögunar. Hvers konar stærð í hagkerfinu er framleiðsla til útflutnings á 14. og 15. öld? Er þetta 1%? Er þetta 10%? Getur eitthvað slegið á þetta? Og ég meina, hver eru tengslin milli sko þróunar, búskapar og atvinnuhátta á Íslandi og þessarar utanlandsverslunar sem þú hefur verið að lýsa hér svona fyrir okkur? Já, ég held að forsendurnar hafi alltaf verið náttúrulega innlendar sko. Vaðmálið var orðið sterkt á Íslandi áður en það var að flytja út af svona nokkru marki og fiskveiðarnar þær voru nefnilega ekki mjög öflugar fyrir svona 1250. Menn veitir náttúrulega til þess að hafa föstu mat og var ekki sérstaklega hrifnir að skreiðvirðist vera sko, höfðingjarnir vildu bara lúðu, heilag fiski var hún kölluð sko, en helgi fiskur á föstunni. En svo fyrir þetta breytast 1250 og þá fara svona fiskveiðar Íslendinga aukast almennt, virðist vera. Og svo 1300 sko, þá eru fiskveiðarnar orðnar mjög miklar og 1350 er sagt að skreiðin sé orðin almenningsmatur, dreifist allar sveitir og þá neyta menn sem sagt skreiðar allt árið líklega, ekki bara á föstunni. Og þá eru viðhorfin alveg gjörsamlega breytt. En þetta á sér allt einhvern veginn íslenska forsendur. Það er sennilega fólksfjölgun sem veldur mest þetta, fólksfjölgun. Og
og það sko, þá nota Norðmenn tækifæri sko og sjá þessa möguleika sko. Mm. En það ekki eftirspurn þeirra sem veldur í að menn fara að auka svona fiskveiðarnar. Það ekki beint samikið þar á milli sko. Og ég held ekki að þessi útflutningur Englendinga hafi örfað mikið veiðar á Íslandi sko. Ég var að nefna þetta Viðeyjarklaustur, þetta var svo bara á þröngu svæði sko sem að Norðmenn fengu fiskinn aðalega. En svo spurningin 15. öldin, það miklu flóknara. Og samband Íslendinga og Englendingar frekar dularfullt og flókið. Því að konungur hann bannaði alltaf þessar veiðar. Ef að menn ætlaði að gera sér einhverja vonir að vera sýslumenn og hirðstjórar, þá þýtti ekkert sko að stunda opinber viðskipti við Englendinga. Mhm. Og það fór illa verið þeim sem gerðu það, sumum. En þá náttúrulega alltaf spurning sko, voru menn að laumast við þetta eitthvað? Og það svona hugmyndir það að Guðmundur ríki hafi átt mikil viðskipti við Englendinga. Það engin rök fyrir því, annur en hann var bara mjög ríkur. Og svo söklaðist hann frá völdum og hvarf, og þá segir mann hann hefur farið til Englands. Það bara engar heimildir til það. En sko Vigfús Ívarsson, hann fann upp á því sko að hann var hirðstjóri. Og svo fann hann allt í upp á því bara að fylla skip með skreið og fara til Englands og settist þar að. Í Canterbury. Og en svona þorði mann ekki að gera. Annar gátt úrskurði það að hann skildi þolað að menn ættu viðskipti við Englendinga að því að Norðmenn stóð ekki við sitt og það vantaði varning, þá skildi það þolað sko að menn skiptu við Englendinga, en það var ekki hart á því, þetta mátti ekki, sko opinberlega mátti þetta bara alls ekki. Og okkur vantar heimildir það hafi verið mikil viðskipti milli íslenskra höfðingja og Englendinga. Já, það lítur að verið eitthvað sko, maður bara gerir sig ekki grein fyrir því. Svo sem maður síðar sko á tímum Þjóðverja, þá breytast viðhorfin og þá eiga Íslendinga mikil viðskipti við Þjóðverja og þá það talið vera löglegt sko, þá voru þeir með leyfi Þjóðverjarnir og menn eins og Eggert Hannesson stórgræði örugglega á slíku viðskiptum sko, hann var stórhöfðingi á Vestfjörðum og settist nú að í Altona hjá Hamborg. Einmitt. Og þannig að slíkt dæmi til en þau ekkert mörgu ábyrjandi. Nei, en það einhverjur höfðingjar sem til dæmis við Breiðafjörð ekki satt sem jafnvel á komnir farnir að standa í verslun sjálfir. Já, Páll Stöðaróls Páll, hann var sýslumaður og hann stóð í svona samskipti við og þeir voru þá kannski svona samverkamenn kaupmannanna. Akkurat. Þannig að viðhorfin eru mjög ólík sko á tíma Þjóðverja og tíma Englendinga. Já. Hvað má og hvað má ekki. Einmitt. En þannig að þú ert sem sagt, þú ert á því að það eru svona innlendar orsakir sem að stýra í rauninni þróuninni og svo verður þá til einhver umfram framleiðsla sem afleiðing af því og þá sjá einhverjur sér hafi í því að fara að koma og versla þetta og flytja út og svo framvegis. En það breytist samt sko margt í búskaparháttum með Þjóðverjum og það nú kannski mikilvægt atriði. Vegna þess sko að Þjóðverjarnir þeir sækja svo ákaft til Íslands, þeir eru minnst að kosta 30 skipum á ári, þetta eru stór skip oft. Þar að veru Hamborgar kannski á 20 skipum, eitthvað svona. Og þeir koma mjög mikið á sömu hafnirnar sko hérna á Suðvesturhorninu, það eru Hamborgar sem ráða þar, Bremamenn frá Bremen eru fyrir austan, Lípingumenn aðalega fyrir vestan sko, þetta er svona gróf skipting, þetta er ekki alveg nákvæmt. Og svona ýmsir kannski undir jökli líka. En málið það að þeir koma alveg reglulega á hverju ári. Þannig að bændur geta að fara að búast við þeim sko. Og þeim grundvallar atriði eins og við endum áðan í svona útflutningsframleiðslu. Já. Þannig að bændur fara að ganga því vísu að þeir fái þennan varning frá Þjóðverjum og þetta birtist í því að Íslendingar hætta að framleiða járn til dæmis. Það bara á fyrirhafnarsamt, þeir fá þetta tiltölulega ódýrt. Það miklu þægilega sko að útvega skreið og fá járn þannig. Og það það sem Þjóðverjar vildu sko, Íslendingar bara einbeitu sér skreiðinu út og sem mest af henni og þannig þetta sko seinni hluta 16. aldar. En þá var nú Danir farnir að koma auga á það hvað það sé gróðavænlegt hjá Hamborgarmönnunum og danskir kaupmenn eru konir á sviðið en Þjóðverjar ráðu þessi aðalatriðum og þetta skiptir einhverju máli sko á búskapinn þannig að
þeir steinættir náttúrulega að reyna að búa til salt, sko, þeir voru ekki löngu ættir því, Nei, það var alltaf flókið. En þetta með járnið er sko mjög talandi dæmi. En svo fá þeir bara yfirleitt það sem þeir þurftu, sko, fínar fiskilínur, þurftu ekki að vera að nota hrossár í það, þurftu ekki að vera að smíða öngla, fengu þá, fengu sko mikilvæga hluta í bátana, sko, sérvalin við til þess að nota, til þess að smíða báta. Þegar Þjóðverjar vildu náttúrulega umfram allt örva til að smíða báta og hafa góðar fiskilínur og góða öngla og svo framvegis. Og þannig að þetta hefur áhrif á búskapinn. Þetta er svona viss stýring. Þjóðverjarnir voru allra mann að vísa sig til að vera að stýra svona skipuleggja þegar Íslendinga. Þó þeir gera ekki með sama hætti og í Norður-Noregi. En svo þegar sko eftirspurnin eykst bara alltaf virðist vera meðal Þjóðverja og undir lok 16. aldar þá er hún sko með mestamóti. En þá náttúrulega koma svona, þá er hallæri og voðalega vond tíð þannig kringum 1600 og fiskveiðarnar ganga ekki vel og þeir fá miklu minna þeir vilja, sko, þeir vilja fá miklu meira Þjóðverjarnir. En þá er hérna einokun skellt á. Já. Þá var mikill munur á, sko, hvað varningur var miklu lélegri. Því Danir miðuðu það að senda sinna eigin framleiðslu, sko, svona í merkantíliskum nýlendu anda einhverjum, senda sinna eigin varning til Íslands sem var náttúrulega miklu lélegri en þýskur varningur oft. Og þannig umskipti voru mjög slæm að mörgu leyti. Já, en já, sko, stöldum aðeins við hérna þessa þýsku verslun áður en einungunum verslun hefst 1602. Það er raunverulega þannig að það er mjög mikil samkeppni líka bara innbyrðis á meðal þessari þýsku kaupmanna að fá að versla á Íslandi. Er það ekki rétt? Og til dæmis í Breiðafirði eru átök milli kaupmannar frá einstaka borgum það að reynilega fá að versla á Íslandi sem var gefið til kynna að þetta hafi verið tölvöld ábætisamt. Og ég meina það eru líka varvitar einhverja verslunarbækur á þessum tíma sem við sjáum að það er ekki bara skreið sem við verðum að selja, menn ég held að þú hún skrifað að það menn hafi verið að flytja út lax hérna í Stykkishólmi sem dæmis í teki og smjör og eitt og annað þótt að fiskurinn sé náttúrulega alltaf í aðalhlutverki, sko. Það voru mjög duglegir að kaupa, skulum við segja, eða skipta á og fá allskyns íslenska varning. Mjög duglegir við það og áhugasamir. Þeir náttúrulega voru áhugasamir brennisteinsstein eins og frægt er. En þeir bara sóttist eftir ýmsu, sko, sem þeir gátu fengið á Íslandi. Þeir náttúrulega sóttist eftir lýsi, og öðru feitmeti, jafnvel íslensku smjöri, það var nú reyndar flutt, sko, ég ætla nú ekki að fara inn í það mál. Það var bæði flutt smjör úr landi og inn í landi, þannig að sleppu því. Já, einmitt. En sem sagt, Kristján IV, Danakonungur, leggur á einokun, verslunarinn einokun, 1602. Maður hefur lesið það í dönskum sagnfræðiritum meira að segja frekar nýlegum að einokunarverslun Danar hafi þjónað þeim tilgangi eitthvað að tryggja það að siglt væri á Ísland og að danskir kaupmenn hafi þurft að undirgangast ákveðna skilmála til þess að fá leyfi að það að segja að þetta markmið hafi einhvern veginn verið að tryggja siglingu á Ísland og Íslendingar verður ekki án verslunarsiglingar. En ég minna það verðist vera frekar skýrt þarna á 17. öld að þetta er ábatasamt og þetta er eftirsóknarvert. Þannig að þau rauk verðast ekki halda vatni, eða hvað? Nei, gera það ekki. Sko, Danir hafði alltaf í orði kveðinu sem viðmið, sko, að Íslendingar hefði ekkert mjöl og ekkert öl og það væri bara ekki mönnum sæmandi að fá ekki öl og hafa ekki mjöl til að búti brauð. En þetta er svona, sko, miðað við danskar þarfir og danskar kringumstæður. Íslendingar voru kannski nokkuð sáttir við það, sko, að þeir eru sína skreið og sitt smjör og kannski þurfti ekki endilega á mjöl að halda nema kannski einhverju höfðingjar að vera rembast við það, rækt eitthvað kvotn og svona og svo á 18. öld þá þeir hins vegar að bera á því að Íslendingar eru fannar að taka undir þennan söng. Svona íslenskir embættismenn, sko, bara að segja að þeim hefur ekki til þess hugsa að Danir hægt að sigla til Íslands því þá sé voðinn vís.
Það þetta engum í hug þarna á fyrirluta 17. aldar að voðin yrði vís ef Danir hægt að sigla til Íslands. Því að sko bara Englendingar og Hollendingar og Þjóðverjar biðu eftir því að fá að sigla til Íslands og flytja varning þangað og skreið þaðan. Þannig að þetta var náttúrulega, það má ekki blanda þessu öldum saman í fyrsta lagi og öðru lagi sko þá þetta náttúrulega hæpið þegar eftir bara þörfum og hverju menn eru vanir og svona og Íslendingar þurfti ekki endilega að fá sama varning og Danir voru vanir og svo framvegis. En sem sagt, já, en einokunarverslunin hefur svona haft svona frekar slæman slóða í sögunni. Já. Og hún hefst þarna 1602 og þar með líkur þessari þýsku öld. Ekki alveg? Ekki alveg, nei, en svona öldinni líkur svona formulega. Já, í framhaldi af því, það vissulega margir af þessum þýsku köpunum halda áfram að koma. Já, Danir hefðu ekki bolmagn til þess að gera þetta sem þeir ætluðu sér. Þannig að þeir voru háðir þýskum skipum og þýskum kaupmönnum sko með flutninga og svona þess. Það er svona 1620 sem þetta breytist. Já, og einhverjir Íslendingar hefðu verið sko, var þetta ekki líka þannig einhverjir af þessum þýsku kaupunum hefðu verið að lána Íslendingum hátaði timbur þannig að þeir voru þá í skuld við þá sko. Já, þeir sko höfðu það þannig að þeir voru með skuldabækur og það er svona, var eitt svona skuldabók. Þar færðu þeir inn sko öllu viðskiptin og lánaðu kannski til næsta árs og svo notuðu þetta sem rök fyrir því sko, þeir eru það að fá að koma og fá skuldina greidd og svona og já já, en sko ég kannski bara sko, við getum kannski bara endað á því að draga þeim saman það sem mér finnst vera svona stóra máli í þessari sögu sem og þú, mér finnst þú hafa svona dregið mjög sterkt fram í þínum rannsóknum að þó að maður leggja áherslu á innlendar orsakir þá Ísland samt sem hluti af ákveðnu evrópsku verslunarsvæði, evrópsku hagkerfi og það sem er í gangi þar hefur áhrif á utanríkisverslun Íslands og það er þannig allt frá 11. öld þegar þessi vaðmálsútflutningur hefst og ég meina jafnframt á 17. öld ekki þá koma Hollendingar til sögunar þegar Holland er að svona rísa upp sem mikið, Holland er á gullöld hollenska heimsveldisins stendur yfir þannig að ég ert ekki sammála því, ég meina þótt að þú leggir áherslu á svona innlendir orsakir að þá er samt ákveðið heimssögulegt samhengi hér. Já. Nei, þetta er sko alveg rétt í sambandi við náttúrulega íslensku skreiðina og eftirspurn eftir henni. Þannig að það tengist auðvitað atburðum mjög skýrt sko í sem við vorum að reykja á þeim í Noregi og Englandi og bara það að menn fara að berja með millum sko fiskinn á Rýmasvæðinu sko, það opnar alveg ný viðhorf en það er svo erfitt að vita sko nákvæmlega ensku öldina og hverju þessi miklu skreiðar útflutningu þá kann að það var breytt þetta er svo skrítin öld sko 14. öldin er miklu skiljalegri þannig að fólki fjölgar mikið og fiskveðar aukast og maður skilur það 15. öldin er svo skrítin að því leyti til að þá er fólksfækkun orðið svo mikil eftir svartadauða og síðan er eitt sérkenni það að Englendingar flytja Íslendinga mikið til Englands sem heldur náttúrulega fólksfjölgun leiðir í það er bara heilmiklar heimildir til Íslendinga og Englandi og meðal annars eru börn flutt til Englands og svona þannig að það er svo erfitt að fá góða mynd af áhrifunum á 15. öld sko af þessum samskiptum Íslendinga og Englendinga en sko það má segja samt sko sem er orðið þannig einu sinni enn aftur á þann átt að umheimurinn uppgötur Ísland á 15. öld þá sjá menn hvílíkir svakalegi möguleikar eru á Íslandi sko með það sem skreiðin er og þá byrjar þessi mikla samkeppni og þá batnar hagur Íslendinga sko í samræmi við það þegar að segja verslunin verður svo miklu betri og meiri og það er náttúrulega mjög mikilvægt hvernig menn uppgötu Ísland á 15. öld. Já, og það er þá í rauninni upptakturinn af einokunarversluninni. Já, getur sagt. Þar með sjá Danir sér leikaborði. Einmitt. En þá ein lokaspurning, sko, mér langar bara að spyrja þig
ykkur geti sagt hérna, já, ok, gott og vel, það ykkur verslun á þessum tíma en menn nú bara senda mestarliti í sjálfsþurft og þetta kannski ekki ykkur svona mikilvæg stærð í hagkerfinu og svo framvegis af hverju, ég meina, hvernig fékkst þú áhuga á þessu, af hverju fórst þú að rannsaka þessa hluti og af hverju finnst þér þetta mikilvægt? Já, ég skal ekki segja af hverju ég bara athuga þetta, hvað olli því. Ég var svo sem ekkert með áhuga á hagsögu sjálfur sér þegar ég valdi mér sögu sem viðfangsefni en vafalist hefur Björn Þorsteinsson haft mikil áhrif á mig sko. Hann var alltaf að hugsa verslunarsögu og hann náttúrulega hugsaði mikið ensku öldina. Ég svona nálgast þetta dálítið út frá sko ég forvitin það að vita skip og komi skip upp í ár og hvar voru verslunarstaðir og akkur voru þeir hér og akkur voru þeir ekki þarna og svona svoleiðis. Það slíka spurningar sem vakna snemma hjá mér. Og hérna hvernig fóru skipin að stækka þannig að þið komist ekki upp í sumar ára og svona. Þannig að þetta með skip og siglingar og siglingatækni og svona, það var áhugamál hjá mér sem ég gat svo tengt við þetta áhugamál Björns, það sem var verslunin eða svona viðskiptið, þannig kannski hefði að nota verslun og þetta allt saman. Ég kann ekki svara þessu nánar. Síðan náttúrulega hérna bara uppgöta ég hvað afmálið var mikilvægt og það nægði mig til þess að fá mikið áhuga á afmáli. Já. Eitthvað svona. En þetta náttúrulega líka, þú veist, þú ert einn af þeir sem hefur verið svona tekið þátt í því að endurskoða söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar. Síðast bara í mjög góðri bók sem að heitir á sögustöðun. Og verslunarmál er náttúrulega mjög snar þáttur í þeirri söguskoðun. Þannig að það lítur það að vera mikilvægt að leggja þau undir í þeirri. Jú, ég var náttúrulega með kennara sem þoldi ekki þessa söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar og það var náttúrulega fremstur Magnús Már Lárusson sem getur bara gísað henni og það svo langt síðan það var þarna, ég byrjaði 65 í sagnfræðinámi og en það skrýtna er að það bara sést allavega auka á vatni finnst manni en lifur hún góði lífi. En honum fannst Íslendingar hefðu þegar árið 1918 átt að endurskoða þessa sögu. Þeir voru lítið farnir að gera það 1965 til 8 þegar ég var nemandi þess. Og þannig að það var bara einhvern veginn sjálfsagður hlutur að endurskoða hana. Hvatning frá honum og Birni Þorsteinsinni. Kærar þakkir fyrir að hlusta á Íslandssöguna. Í næstu viku mun ég ræða við Árna Daníel Júlíusson landbúnað á miðöldum, efni eins og svartadauða og akuryrkju á Íslandi, svo dæmi séu nefnd. Ég minni jafnframt á Patreon síðu þáttarins, patreon.com/Íslandssagan og þar er hægt að velja 3 flokka og velji fólk þann veglegasta og styrkja okkur 50 daglega á mánuði, þá fær það nafn sitt lesið upp hér í lok þáttar. Og þeir sem hafa ákveðið að leggja okkur lið á þann hátt eru Agnar Tómas Möller, Erla Dóris Halldórsdóttir og Úlfar Bragason og kann ég þeim allra bestu þakkir fyrir stuðningin. Þannig að ef þið viljið bætast í hópinn og skrá okkur á spjöld Íslandssögunar þá er það patreon.com/Íslandsagan. Takk.